að aldrei að færa mörkin sín eða teygja þau eða testa þau einu sinni. Bara þegar kemur að þessu, bara vertu algjörlega hörð á mörkunum þínum. Af því að sekúndurnar sem þú ert búin að fara yfir þau, það er no going back. Það er bara þannig, sko. Þetta er eitt af því sem að ég einmitt myndist á. Ég gerði þáttum OnlyFans bæði strákatengt og stelputengt. Þetta er einmitt eitt af því sem að ég einmitt tók fram og þú fóst inn í þetta með því, er það ekki, að þetta yrðu bara svona myndir, svona hálf, mátti segja erotískar, er það ekki? Jú, allan daginn. Það er það sem ég fór í þetta, já. Já, hvenær áttaðir þig á því að þú varst farin að fara yfir þau mörk sem þú settiður upphaflega og hvað var til þess? Sko, ég var mjög lengi að fatta að ég hafi farið mín ein mörk, af því að í fyrstu þá var ég bara, ég er bara að fylgja flæðinu, þú veist, ég er bara að fylgja hvert þetta er að fara og þú veist, þannig ég eiginlega setti mig mörk í byrjun, svo breytti ég þeim, sagði, ok, ég ætla að gera líka vídeo, en ég er með nokkra hluti sem ég er ekki til í að gera, bara ever, skilurðu, og það var eiginlega frekar það að ég áttaði mig ekki á að ég fór yfir mörk sem ég var ekki búin að setja mér, þú veist, ég var ekki búin að fatta sum mörk, þú veist, eins og að vinna þegar maður vill ekki vinna, það var eiginlega bara of seint þegar ég fattaði það, því mér var alltaf, þú veist, það er bara ekkert langt síðan að ég fattaði það eiginlega, af því að ég var alltaf farin að líða alltaf illa þegar ég þurfti að vinna og líða illa fyrir og eftir og vera bara kvíðin, þótt að þú veist, þessi vinna átti að vera allt annað en kvíði, þetta átti að vera ég er bara heima hjá mér, ég get tekið eins rólega og ég vill, skilur, en það var eiginlega þá það sem ég áttaði mig á því, alltaf specifically eftir á, þegar mér var bara flökust, bara mjög, í alvöru mjög flökust og bara þurfti að liggja bara upp í rúmi undir sæng með vatn og bara í símanum, bara til þess að distrakta mig frá því að ég hef verið að vinna. Þá svona fattaði ég bara, ok, þetta er orðið virkilega slæmt ástand, en ég var samt að reyna að blekkja mig mjög lengi. Það var alveg hálft ár þar sem ég bara, þetta er alltaf lægt, skiptir engu máli, svo er þetta bara daginn eftir er ég bara fæn. Þetta bara, skiptir engu máli. Já, ég held að við lendum flest nefnilega í því, það er rosalega auðvelt að segja einhverjum öðrum eitthvað en það er spegillinn sem er nú oftast erfiðast að ljúga að, sko, maður finnur það þegar maður er að reyna að ljúga sjálfum sér, það bara, manni líður ekki illa en maður er heiðarlegur við sjálfan sig, sko. Það er algjörlega þannig, það var svo auðvelt fyrir mig að segja þessar hluti við aðrar stelpur og svo fylgdi ég þeim ekki neitt, bara ekkert að ráðunum sem ég gaf, ég fylgdi þeim aldrei. Við eigum það nú held ég flest sameiginlegt. Já, það er algjörlega þannig, sko. En það lítur að vera erfiðara í svona vinnu heldur en bara til dæmis að fara og þú veist, afgreiða í banka eða eitthvað eða á okkur skrifstofu. Þú veist, ef þú ert bara engan veginn stemd í þetta og svoleiðis, þá lítur að vera miklu erfiðara að fara í svona vinnu þar sem að sko, ef þú ætlar að gera, hvað maður að segja, þetta er vinna sem kannski sést ágætlega ef þú ert ekki að gefa neitt af þér í hana, er það ekki? Já, jú, allan daginn, líka bara þú veist, að fara, til dæmis, ég hef náttúrulega unnið alls konar vinnur, þetta er, OnlyFans er örugglega 20. vinnan mín, ég hef verið að vinna síðan 12 skilurðu, þannig að þú veist, það þegar ég nefndi ekki kannski að fara að vinna þegar ég var að vinna í Hagkaup, þegar ég nefndi ekki að fara að vinna í Hagkaup, maður bara, ég er of þreytt, ég nenni ekki, maður bara fekk sér kaffi, maður bara fór og maður dílaði við í 4 tíma og svo var það bara búið og maður leiði ekkert illa eftir vakt, skilur, maður bara, hvað ég er glöð að ég er búin að vinna, en náttúrulega, þú veist, hérna, þú veist, grófasta leiðin sem ég seti þetta alltaf er þegar maður vill ekki vinna OnlyFans en maður gera það samt, maður er að nauðga sjálfur sér, það er bara, það er það sem það er og það náttúrulega brýtur miklu meira af manni heldur en að ég nenni ekki að fara að standa í 4 tíma og afgreiða fólk, skilurðu. Þetta er náttúrulega bara mentalityð sem það tekur að stunda kynlíf þegar mann langar ekki, það er náttúrulega bara skemmandi og bara því lengur sem þú gerir það, því meira er það skemmandi og því meira eyðileggur bara kynlíf fyrir þér. Það er allt í einu farin að horfa á kynlíf á allt öðrum augum heldur en áður. Já, mér langaði með þetta að sko einmitt að minnast aðeins á það en mér langar rosalega mikið að koma inn á hana punkti ára sem hún segir að maður sé bara hálfpartin að nauðga sjálfur sér þegar þú ert að gera svona hluti og langar það ekki. Ég hafði ekki hugsað þetta svoleiðis og mér finnst það frábær punktur, þetta sett á stað svona smá hjól í haustum að mér því að ég hafði ekki hugsað þetta svona og það er alltaf gaman að fá sjónarhótt sem maður einmitt hefur ekki pælt í. En já, þetta, þú veist, kynlíf er líka bara þannig að þetta er einmitt eins og þú segir, þú veist, þegar ég langar ekki að stunda kynlíf en ert að gera, þetta er það persónulegu hlutur að hérna, mér langaði að spyrja, þú veist,
hvernig þú veist, kynlíf fyrir þér í dag? Er það meira casual, sérst bara eitthvað sem þú getur bara gert á þess að þú veist, mynda neinn tengsl eða spá í því, eða er það meira þannig að þú kannt að meta, þú veist, tengslin á milli eða einhvern veginn öðruvísi, þú veist, ég er mjög forvitin um þetta. Já, það er orðið allt annað fyrir mér, sko. Það er á 2 mismunandi vegu, það er á einn neikvæðan hátt og einn jákvæðan hátt.